Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Komið sæl. Og nú ætlum við að fjalla heitbindinguna. Heitbindingin vefst svolítið fyrir okkur stundum, en heitbindingin þýðir að lofa sér til fulls. Þegar ég kom til landsins frá því að hafa verið í Bandaríkjunum í nokkur ára, þá var orðið skuldbinding notað. Mér fannst það svolítið skrítið orð að vera skuldbundin. Ekki lofaður, heitbundin, heldur skuldbundin. Þannig að ég upprætti það orð úr minni íslensku. En heitbindingin forsenda heimildar. Og heimildin eitt af merkilegasta sem ég hef komist í kynni við á minni vegferð í velsældarfræðum. Verðurleiki, heimild, hvað við eigum skilið að eigin mati, þunga miðjan í því hvað við leifum okkur í lífinu. Og ég segir svolítið sem ég bið ykkur að veita mikla athygli. Það fer engin umfram heimild. Það að segja, þá heimild sem við veitum okkur sjálf. Þá heimild sem okkur finnst við eiga skilið, viljandi eða óviljandi. Og þetta hljóma sérkennilega að við skulum standa vörð hvað við leifum okkur og hvað við leifum okkur ekki. En þannig tilvist okkar. Hún byggist á viðhorfi sem við höfum gagnvart okkur sjálfum. Hún byggist á því hvernig við sjáum okkur. Hún byggist á því hvað okkur finnst okkur. Og ef við breytum því ekki, þá breytist ekki. Það er þess að fara betur í sauman á þessu. Agi. Agi er merkilegt afl. Það þýðir að standa við það sem maður segir. Það þýðir ekki agi vald eða agi sem er valdbeiting, heldur þýðir það að vera fylgjandi orði sínu. Við notum orðið disciple sem fylgjandi, að vera fylgjandi eigin orði, eigin tilvist, að vera leiðandi í eigin lífi. Þegar við erum aðöguð, þá stöndum við það sem við segjum. Og það eru tvær leiðir umfram allar aðrar sem að fara, sem að taka eða kosta okkur mesta orku. Annars vegar það vonbrigði sem þá blekking, þar sem við leiðum okkur áfram og teljum okkur trú að sé eitthvað handan við hornið, sem að þegar það gerist ekki, að þá hrynja væntingarnar. Og væntingar og von geta haft mikil áhrif á þessu orku. Það að segja að verða fyrir vonbrigðum, að bregðast væntingum sem hafa ekki fengið fullar gerðir og missa þarlendi orkuna. En orkan sem í þessu felst að hún fljót endurheimt, því að við finnum fyrir áfallinu sem á sér stað þegar vonbrigðin dynja yfir okkur, hvaðan sem þau koma. En síðan það frestunin. Frestunin lúmskari. Hún eins og sár sem vætlar úr og einhverjum tímapunkti þá verðum við blóðlaus og orkulítil og stöndum ekki lengur undir okkar eigin tilvist. En frestun ósannindi að segja ekki satt. Segist að gera eitthvað annarkvort persónulega eða gagnvart einhverjum öðrum og standa ekki við það. Þannig að við verðum svikul í staðinn fyrir heiðarleg. Og trúverðuleiki heiðarleiki. Það að segja einlægni. Að finnast við eiga eitthvað skilið af því að við erum traust og trúverðum. Þegar við lærum að byrja að standa við það sem við segjum, standa með okkur, vera fylgin orðið okkar og koma fram af heilindum, þá smá saman förum við að treysta okkur. Og allt okkar traust, gagnvart okkur sjálfum, gagnvart tilverunni. Það við sem erum að hræða okkur. Það við sem erum að efast. Það við sem draugum úr okkur. Það við sem horfum niður á okkur. Það við sem erum með minnumáttarkennd. Og það engin annar sem veldur því hvernig okkur líður. Eina leiðin sem við höfum til að verða sterk, til að verða hugrögg, til að verða orkumikil, að vera sannsögul, að vera heiðarleg, að vera í heilindum og standa við það sem maður segir, bæði gagnvart sjálfum sér og gagnvart öllum öðrum. Þannig að heitbindingin loforðið sem við gefum okkur sjálfum að vera til fulls,
að standa með okkur hvað sem á dynur. Og aftur þegar við förum í gegnum skrefin, að vakna til vitundar. Skilja að við erum ekki hugsanir, við erum sál, við erum ljós, við erum orka. Valfærni, að verða valdhafar, viljandi skaparar í eigin tilvist. Að taka við þessu valdi sem okkur stendur til boða viljandi. Að þegar við erum að skapa viljandi og óviljandi, það er ekki hægt að taka ekki ákvörðun. Þegar maður tekur ákvörðun að taka ekki ákvörðun, þá er maður samt að taka ákvörðun. Tilgangurinn, að skilja hverju vegferðin er, hvert erum við að fara og af hverju. Ætlum við að njóta vegferðarinnar, ætlum við að vera í gleði, ætlum við að vera ljós á þessari vegferð. Og síðan er það heitbindingin, að lofa sér til fulls í þessa vegferð. Að lofa sér til fulls þannig að maður yfirgefi sig ekki. Og þá meina ég í því samhengi að enn þann dag í dag þá gleymi ég mér, en ég yfirgef mig ekki, ég hafna mér ekki. Af því að ég er lofaður til fulls inn í þessa tilvist, inn í þessa birtingu, af því að ég er búinn að taka ábyrgð á minni tilvist, af því að ég vil mig umbúðalaust. Þess vegna leyfi ég mér ekki að hafna mér eða yfirgefa, þó ég gleymi mér. Framgangan sem er skrifin með 5, opinbera þau viðhorf sem við höfum verið að öðlast, þær breytingar sem við höfum verið að gera á þessari vegferð. Það er að segja, þegar ég er orðin balfær, með skilgreindan tilgang og trúverður, þá hefur heimild mín aukist. Og að því að heimild mín hefur aukist, að þá hefur viðhorf mitt gagnvart mér breyst líka. Og gætum nú að, hvernig við sjáum okkur, viðhorfið sem við höfum til okkar, er viðhorfið sem við höfum til tilverunar. Við sjáum ekkert annað heldur en speglun, endurkast af okkar eigin birtingu í tilverunni, í heiminum. Og þegar við erum að laða að okkur, þá erum við ekki að laða að okkur það sem við viljum, við erum að laða að okkur það sem við erum. Og einu breytingarna sem hægt er að gera á tilverunni eru þær breytingar sem þú getur viðhaft hjá þér. Það er að segja, breytum viðhorf, breytum hegðun, breytum birtingu, breytum framgöngu. Þegar maður lofa sér til fulls þá er maður að ganga í sáttmála, ekkert ósvipað og hjónaband með sjálfum sér. Maður er að lýsa því yfir að maður ætli að vera sér innan handar til staðar hvað sem á dynur. Og það að skilja þetta, að maður yfirgefur sig ekki, gerir það verkum að maður býr við allt aðrar aðstæður í allt aðrar trausti. Maður skilur líka á þeim tíma að það er ekkert að óttast annað en eigin hugrenningar. Það er enginn að hræða okkur eða svipta okkur frelsi eða hafna okkur eða draga úr okkur nema við. Og þegar við erum tilbúin til að lofa okkur því að elska í stað þess að hafna, þá breytist öll okkar tilvist. Heitbindingin er límið sem heldur þessu öllu saman. Þessi fyrstu 4 skref eru undanfari framgöngunar sem er birtingin, sem er útvarpið, sem er opinberun á nýjum hegðunum, nýju viðhorfi, annarri sögu, gjörbreyttu handriti. Og munum að vilja er verknaður. Ef við erum ekki að valda neinu, þá gerist ekkert. Ef við gerum ekkert, þá gerist ekki neitt. Hjartans þakkir í dag.